Ta, titti, ta, ta. Nú þið. Titti, titti, ta, ta. Ta, titti, titti, ta. Ég treysti því að við séum orðin mjög vel æfð í þessu, því að ástæðan mjög góð. Nú kunnum við nöfnin á nótunum. Við kunnum að skrifa nótur á nótnabeltið sem eru 5 línur og 4 bil. Við kunnum að staðsetja nótur með G-lyklinum. Og við kunnum að skrifa mjög háar og mjög djúpar nótur með því að nota stubbalínur. En það eitt sem mjög mikilvægt að kunna áður en að við getum virkilega farið að lesa og skrifa tónlist með nótum. Kannist þið við þetta lag? Ekki? En núna. Það nefnilega ekki nóg að vita hversu djúpar eða háar nóturnar eru. Við viljum líka vita hvort þær séu langar eða stuttar. Hversu löng eða stutt nótan kallast lengdargildi. Hér annað lag sem við þekkjum. En án lengdargilda þá hljómar það einhvern veginn svona. Og nú þegar við skiljum vandamálið, hver þá lausnin? Pizza! Pizza lausnin. Hvað trúir mér ekki? Hvernig dirfistu? Pizza alltaf lausnin. Nei, blasar. Ok, lausnin reyndar stærðfræði, en hljómar ekkert eins spennandi og skemmtilegt og pizza. Þannig að við ætlum í þessu tilfelli að nota pizzu. Það fyrsta sem við þurfum að vita að engin nóta lítur svona út. Svik og nei! Ég veit. En sko, þess vegna notuðu við svarta kúlur sem staðgengla. Það bara svona svo við rugglumst ekki seinna meir. En alvöru nótur líta nefnilega út svona. Og svo til að finna út lengdargildi nótnanna, þá notum við stærðfræði, pizzu. Við notum pizzu. Þetta heilnóta. Heilnótan lengsta nótan. Og það mjög auðvelt að muna hvað hún heitir, af því hún heil nóta. Alveg svo heil pizza. Og þegar við spilum heilnótu teljum við 4 slög. 1 og 2 og 3 og 4. Aha. Ok, munið nú, heilnóta lengsta nótan. Nú skulum við kíkja á næst lengstu nótina. Þetta hálfnóta. Sem mjög einfalt að muna að þetta hálfnóta. Hálf pizza. Hálfnótan akkurat helmingi styttri en heilnótan. Og
Og þess vegna teljum við bara 2 slög en ekki 4. 1 og 2 og... Já. Og hálfnótan alveg eins og heilnótan, nema hvað að hún búin að fá svona fallegan háls sem við köllum nótnaháls. Ok, næsta nóta. Vitið, ég farin að sjá ákveðin mynstur í þessu. Sko, þessi nóta heitir 4. parts nóta. Af því að hún 1/4 af heilnótu. Sko, ég sagði að það væri pínustarfræði í þessu, en ég meina, sjáðu pítsuna, 1/4 af pítsu, 4. parts nóta. Hei, 4. parts nóta alveg eins og hálfnóta nema að hún svört. 4. parts nóta akkurat helmingi styttri en hálfnóta, sem að sjálfsögðu helmingi styttri en heilnóta. Eru farin að sjá mynstrið? Sem þýðir það að 4. parts nóta bara 1 slag. 1 og. Hei, hvaða nóta haldið þessi næst? Tada! Þetta 8. parts nóta. Vá! Geggjuð nóta. Eiginlega uppáhaldsnótan mín. Af hverju spyrðu? Takk fyrir að spyrja. Það af því að hún basically bara 1 pítsasneið. Af því að hún 1/8 af heilnótu, skilurðu. 8. parts nótan alveg eins og 4. parts nótan, nema hún komin svo lítið flagg. Elskar flagg. Allana, en ef að 4. parts nótan bara 1 slag, hvað þá 8. parts nótan? Nú, helmingi minn það, hálft slag og hei. Og svo svo ofboðslega einfalt að muna allir þessi nöfn, því þú hugsa bara pítsuna. Heil pítsa, hálf pítsa, 1/4 pítsa og 1/8 pítsa. Það auðvelt að muna hvernig nóturnar líta út, því maður þarf bara að kunna teikna þér. Heilnóta, hálfnóta, fjórðu partsnóta, áttunda partsnóta. Við þurfum bara að muna röðina á pítsunni. Heil pítsa, hálf pítsa, 1/4 pítsa og 1/8 pítsa. Og eins þurfum við bara að muna hvernig við teiknum nóturnar. Heilnóta, hálf nóta, fjórðu parts nóta og áttunda parts nóta. Stundum þegar áttundu parts nótur standa hlið við hlið, þá vilja oft haldast í hendur og það lítur svona út. Þegar nótan lendir ofarlega á nótnabeltinu, á miðjulínunni eða ofar, þá snýr hún á hvolf. En munum bara að ef að nótan með flagg, þá snýr það alltaf til hægri, burt sér frá því hvort að nótan sé á hvolfi eða ekki. Og það alltaf sumt. Núna kunnum við lengdargildi nótna. Nú skulum við kíkja aðeins á lagið sem við spilum hérna áðan. Fyrst þá hljómaði það svona. Svo skrítið. En núna skulum við fá alvöru nótur með réttum lengdargildum upp á töfluna. Jaha, þetta allt annað. Sjáðu hverju krútlegar að haldast í hendur. Músi, músi, músi. Já, en núna ætla ég að spila eftir þessum nótum. Aha, miklu betra. Og ef við myndum nota hærri nótur, þá myndi þær snúast á hvolf. Og þar höfum við það. Núna höfum við alvöru nótur með réttum lengdargildum. Ta, ti, ti, ta, da! Já, núna þurfið þið bara að æfa ykkur aðeins svo þetta festist á minninu. Já, ég þarf að fara að borða þessa pítsu áður en hún verður á kvöld.
Ég fá mér hringuna, ég fá mér hring. Ég er búinn að taka svo marga bita, sko, að ég er ekki búinn að kynka. Það er ná einhvern, það er að taka sopa.